Þá tekur næst til máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir. Forseti biður þingmenn að gefa ræðumönnum hljóð. Virðulegi forseti, hér stöndum við á Alþingi og stöndum frammi fyrir þeirri staðreynd að sjálfur æðsti dómstóll landsins hefur ógilt kosningar til stjórnlagaþings. Á hátíðarstundum teljum við okkur búa í lýðræðisríki, en nú svo komið fyrir þessari aumu ríkisstjórn að ekki hægt að halda hér löglegar kosningar. Manni stendur ekki á sama þegar maður hlustar á hæstvirta ráðherra, hæstvirtan forsætisráðherra og hæstvirtan núverandi innanríkisráðherra sem hét dómsmálaráðherra fyrir áramót, þegar talið berst að því að efast sé úrskurð Hæstaréttar. Hér fór hæstvirtur innanríkisráðherra mjög mikinn með það að það hafi verið andi laganna í allsherjarnefnd og hér á þinginu sem skipti máli. Hér voru brotin lög. Hér voru brotin kosningalög, meira að segja. Kosningaréttur varinn í stjórnarskrá, kosningarétturinn varinn í mannréttindasáttmála Evrópu, kosningarétturinn varinn í samningum borgaraleg réttindi. Kosningarétturinn það eitt af mikilvægasta sem hver einstaklingur getur haft í lýðræðisríki. Hæstvirtur innanríkismálaráðherra og hæstvirtur forsætisráðherra skulu átta sig á því. Það ekkert hægt að tala þetta mál hér sem eitthvað fleipur eða eitthvað grín. Þetta ekki grín eða fleipur. Fjölskipaður Hæstiréttur kemst að því að kosningar til stjórnlagaþings hafi verið ógildar. Hæstvirtur innanríkisráðherra talar líka hér mikið að það hafi ekki verið brotin réttindi á neinum einasta manni. Það voru hér 3 einstaklingar, 3 Íslendingar sem kærðu þessa kosningu. Hvernig getur hæstvirtur ráðherra sem fer hér með yfirumsjón með dómstólum landsins haldið öðru eins fram? Þetta grafalvarlegt að heyra þessi brot úr munni hæstvirts ráðherra. Þegar við förum svo yfir hér söguna í þessu öllu saman, þá gagnrýndi Framsóknarflokkurinn það mikið að þetta væri einungis ráðgefandi stjórnlagaþing og við gagnrýndum mjög þann kostnað sem þetta stjórnlagaþing myndi kosta okkur Íslendinga og þjóðina. Það haft eftir framkvæmdastjóra stjórnlagaþingsins í fjölmiðlum í dag að nú liggur sá kostnaður á bilinu á milli 500 og 600 milljónir. Þetta kallað á hagfræðimáli, frú forseti, sokkinn kostnaður. Þessir peningar koma ekki tilbaka. Þetta sá kostnaður sem að ríkisstjórnin hefur nú þegar lagt í og úrskurður Hæstaréttar liggur fyrir. Þessir peningar koma ekki tilbaka. Og mér finnst það hreint með ólíkindum að ríkisstjórnin og hæstvirtur innanríkisráðherra skyldi ekki hafa gripið strax í taumana þegar ljóst var að 3 kærur lágu fyrir Hæstarétti gildi þessara kosninga, út af hverju var ekki það ferli stöðvað sem sneri að undirbúningu stjórnlagaþingsins. Ríkisstjórnin keyrði þetta mál áfram alveg eins og ekkert hafi í skorist og svo kemur það á daginn að þetta var úrskurðað ógilt. Það mjög alvarlegt, en þetta rímar nú svo sem við það svar sem að hæstvirtur forsætisráðherra svaraði mér hér 25. janúar síðastliðinn, þar sem að ég lýsti yfir áhyggjum mínum af því að það væri búið að kæra þessar kosningar til Hæstaréttar. Þá kom hæstvirtur forsætisráðherra hér hálfflissandi í ræðustólinn og sagðist ekki hafa áhyggjur af þessu vegna þess að landskjörstjórn væri með málið, það væri búið að gefa út kjörbréf á þessa einstaklinga og þess vegna hlyti málið að vera í himnalagi. Þetta viðhorf ríkisstjórnarinnar. Það mistekst allt sem þessi ríkisstjórn kemst nálægt. Það mistekst allt og henni mjög mislagðar hendur í mörgum málum. Upphaflega hugmyndin að stjórnlagaþinginu, en það segir það í greinargerð, með leyfi forseta, það stendur í greinargerð með lögunum að þetta frumvarp sé lagt fram og á ábyrgð forsætisráðherra. Því hljótum við að lýsa ábyrgð þessara kosninga beint til hæstvirts forsætisráðherra. Hún fer fyrir ríkisstjórninni,
Þetta búið að vera hennar óskabarn að koma hér á ráðgefandi stjórnlagaþingi. Ábyrgðin mikil nú þegar milli 500 og 600 milljónir. Svo erum við ekkert farin að sjá heldur fyrir endan á því hvort að þeir sem eru búin að fá nú þegar útgefin kjörbréf á þetta stjórnlagaþing geti farið fram í skaðabótamál gegn þessari vesælu ríkisstjórn vegna þess að það eru kannski sumir búin að segja upp vinnu og annað. Þannig að eftirköstin í þessu máli ekki nærri komið fram. Hæstvirtur forseti, ég verð líka aðeins að víkja hér að þeim alvarlega hluta sem sneri að landskjörstjórn í ræðu hæstvirts forsætisráðherra. Það var ekkert til í hennar ræðu sem að snera því að biðjast afsökunar á því að þessar kosningar hafi farið með þessum hætti eða það að ríkisstjórnin ætla að bera ábyrgð í þessu máli, hvað þá heldur hún sjálf. Nei, í hennar máli kom nefnilega fram að þetta væri allt saman á ábyrgð landskjörstjórnar. Við skulum ekki gleyma því hvernig landskjörstjórn kosin, hún kjörin hér af Alþingi og það tilnefnt í landskjörstjórn. Allt saman sómafólk sem situr í landskjörstjórn, en miðað við það framgang sem lagafrumvarpið fékk hér í þinginu og þann má segja þvætting sem var settur inn í frumvarpið á loka dögum afgreiðslu þess sem að til dæmis snýr að þessu númerakerfi sem að ég til dæmis var alfarið persónulega á móti því að það mjög kaldhæðnislegt að fyrsta persónukjörskosningin á Íslandi skuli hafa verið bundin í 1000-tölu númerum en ekki kosnar persónur. Og svo ríkisstjórnin núna búin að koma því til leiðar að fyrsta persónukjörskosningin á Íslandi dæmd ógild af Hæstarétti. Ég segi til hamingju með daginn ríkisstjórn. Það mistekst allt hjá ykkur sem að þið komið nálægt. Varðandi það að hæstvirtur forsætisráðherra skuli koma þessu öllu yfir á landskjörstjórn mjög alvarlegur hlutur því að þegar þetta kemur í ljós að 3 einstaklingar hafa kært kosninguna þá kallaði ég sérstaklega eftir fundi í allsherjarnefnd. Við því var orðið. Þar bað ég landskjörstjórn og fulltrúa landskjörstjórnar að koma. Ég fékk það í gegn í það sinn að fá að boða fundi í allsherjarnefnd. Þar kom landskjörstjórn fyrir nefndina, tók undir nokkuð af því sem sagt var þar sem í kærunum var, en það var svo mikið hast á formanni nefndarinnar, háttvirtum þingmanni Róberti Marshall, að það var ekki gefið ráðrúm fyrir landskjörstjórn var ekki gefið ráðrúm til þess að útskýra þær spurningar og útskýra sitt mál fyrir nefndinni. Að vísu var skilin eftir minnisblað í allsherjarnefnd, en þar með var þetta afgreitt af hálfu allsherjarnefndar. Ég var mjög ósátt við þetta og eftir það fór ég hér upp og spurði forsætisráðherra hvort hún hefði ekki haft áhyggjur af þessu. Virðulegi forseti, framkvæmdarvaldið það sem við sitjum uppi með núna að sinni. Ábyrgð forsætisráðherra mikil. En við megum þakka fyrir þrígreiningu ríkisvaldsins, við megum þakka fyrir það að þessi ríkisstjórn ræður ekki yfir dómstólunum. Það mikið fagnaðarefni að Hæstiréttur hafi orðið samhljóma í þessum úrskurði því við erum ekki að tala að þetta sé 3 manna réttur eins og í venjulegum málum, við erum ekki að tala að þetta sé 5 manna réttum eins og í fordæmisgefandi málum, við erum að tala að þarna dæmdu 6 hæstaréttardómarar. Frú forseti, það verður ekki hægt að segja að það sé hægt að efast þessa niðurstöðu. Dómararnir voru samtaka í þessum úrskurði. Hæstiréttur hefur talað, dómstólarnir eru sem betur fyrir sjálfstæðir hér á landi. Þannig að við þurfum ekki að sitja uppi með það eins og sum ríki að dómstólarnir séu saman súrraðir framkvæmdarvaldinu. Ríkisstjórnin hélt áfram með það málið þrátt fyrir þessar kærur, lét kærur þessara 3 einstaklinga sem vindum eyru þjóta, keyrði málið áfram, leigði húsnæði, lagði í ennþá meiri kostnað heldur en þörf var á og lét ekki staðar numið. Við skulum ekkert gleyma því að stjórnlagaþing átti að koma saman eftir 3 vikur. Stjórnlagaþing átti að koma saman eftir 3 vikur. Frú forseti, ég lýsi ábyrgð þessa úrskurðar
og þess að Hæstiréttur komst að þessari niðurstöðu beint heim til föðurhúsanna, beint heim til barnsmóður stjórnlagaþingsins, hæstvirts forsætisráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur.